Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Nú það Heilbrigðisstofnun Norðurlands sem verður í kastljósinu og þeir Pétur Mokk og Jón Helgi eru mættir hérna, framkvæmdastjóri, forstjóri ekki satt? Jú. Velkomnir. Takk. Takk. Yfirskriftin bjartir tímar í heilbrigðisþjónustu Norðurlands. Hvað svona bjart? Já, við erum alltaf bjarsinn hérna, Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Það hefur bara gengið ágætlega hjá þessara nýju stofnun þessi 5 ár sem hún hefur starfað. Já, fyrir 5 árum þá var þetta miklu dreifðari einingar. Það voru þetta 6 aðskildar stofnanir og það var ákveðið að sameina þetta í eina stofnun. Og ég held að við getum sagt það að þetta hefur bara gengið býsna vel. Já, væntanlega einhverju svona vaxtarverkir í byrjun en nú kannski komin reynsla og góð reynsla. Það einhver svona vandræði í svona ferli. En svona gengangandi hefur gengið vel að halda utan um reksturinn. Já, ekkert smá, þið skiluðu afgangi. Já, það náttúrulega þetta bara alveg sérstakt. Má það? Já, í rauninni kannski vorum við svolítið ánægðir með það að í fyrra vorum við kannski með reksturinn nokkurn veginn á áætlun. Og svo kom sérstök aukafjárveiting til heilbrigðisstofnana og við fengum í rauninni bara hlutfall við okkar veltu. Já. Og ég held að það hefur kannski bara verið svona bending það að þeir sem væru með reksturinn í lagi að þeir fengju líka umbuna. Sem frábært. Og við erum svo bara að eyða þessu á þessu ári og næsta. Og það þannig sem að þetta nýja geðheilsuteymi kemur inn í? Það þessir peningar eða hvað? Nei, það var nú sérstak fjárveiting sem kom til þess og gaman að það skuli kannski byrja á 5 ára afmæli stofnunarinnar. Já, akkurat. Segðu okkur aðeins frá þessu Pétur, þessu nýja geðheilsuteymi. Já, sko þetta umverulega bara næsta skref má segja í uppbyggingu sálfræðiþjónustu í heilsugæslunni sem hefur alveg frá 2016 þegar að þessar nýju landshlutastofnanir réðu til sín yfir sálfræðinga. Þá hefur þetta verið í uppbyggingu, þetta kerfi. Og sú uppbygging hún á grunni þess sem heitir geðheilbrigðisáætlun eða stefna og stefnumótun í geðheilbrigðismálum 2016-2020. Það eru mjög margir liðir sem taka til heilsugæslu, spítalaþjónustu, félagsþjónustu, ýmis lýðheilsumál. Og við erum satt raunverulega að framkvæma heilsugæsluhlutann og höfum verið að ráðin ekki bara á Norðurlandi heldur alls staðar sálfræðinga í það sem heitir þá fyrstu línu þjónustu eða heilsugæslu sálfræðingar. Og þar hefur verið mjög vaxandi starfsemi ár frá ári. Mikil þörf. Mjög mikil þörf. Og við erum vel að sinna hópi þarna sem hefur ekki haft aðgang á opinberri þjónustu áður. Það er að segja þeir sem glíma sannarlega við kvíða og þunglyndi en hafa þá eins furðulega það hljómar ekki verið nógu veikir fyrir aðgang annars staðar í kerfinu. Og nú samt komið að þessum næsta fasa uppbyggingarna sem eru geðheilsuteymin. Og þá horfum við til fleiri stétta heldur en sálfræðinga. Teymin eru skipuð fjölbreyttum hópi fagfólks í heilbrigðisþjónustu, það eru hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, við höfum von til að ná inn geðlækni líka með okkur sem mjög dýrmætt, iðjuþjálfun gegnir þannig lykilhlutverki og svo samstarfi sveitarfélögin sem að leggja okkur þá til félagsráðgjöf og þetta gengur ekkert nema með nánu samstarfi við einmitt aðra stofnanir samfélagsins. Og þetta eru peningar sem var úthlutað á alla landsfjórðunga, ekki satt? Jú, það sem áhugavert við þessa geðheilbrigðisáætlun og raunverulega forsenda þess hvað þetta hefur gengið vel að þarna í ólíkt mörgum öðrum svona frumkvæðisverkefnum ríkisins þá hún sett upp eins og verkefnastjórnunaráætlun, það er að segja það eru skilgreindir árangurstættir, þeir eru tímasettir og til þessa þá hefur fyllt fjármagn á réttum tíma, þannig við geta ráðið inn fagfólk til að sinna verkefnunum og þannig til dæmis eru sálfræðingar farnir að hafa viðveru á öllum 6 megin heilsugæslustöðvum HSN og í farvatninu að setja upp fjarfundabúnað þannig við getum sinnt fólki hvar sem Jafnvel, við erum náttúrulega með mjög afskekktar starfsstöðvar má segja líka, við erum með Grímsey, við erum með Mývatn og allt þar á milli. En reyndar þá fengum við á okkar mati svona heldur lítinn pening núna til að starta geðheilsuteyminu en við vonumst til að það standi til bóta. Var það bæði út frá fjölda eða líka bara ástands? Heilbrigðisástands? Það er svo sem ekki gott að segja. Við höfum leitað svara hjá ráðuneytinu og kannski ekki alveg fengið skýrsvör en framlag til stofnunateymisins á Norðurlandi þar sem að búa
rúmlega, svona milli 36 og 7.000 manns, það lægra á hvern íbúa heldur en í öðrum heilbrigðisumdæmum. Þessu verða bara að kippa í liði næst, ekki Já, satt? við enda höfum við sett upp heldur starra teymi heldur en við fengum pening fyrir og notum afganginn til þess að halda sjóinn og við fáum mörglar leiðréttingu á þessu, ég trú ekki öðru. Svo alls konar náttúrulega í farvatninu hérna á Akureyri. Við erum í svolítið erfiðu húsnæði í Hafnarstrætinu, heilsugæsluna. Eitthvað að gerast þar? Sjáum við eitthvað hvert hún getur farið? Já, það verið að vinna því núna útbúa þarfagreiningu og húsrýmisáætlun fyrir rauninni 2 heilsugæslustöðum á Akureyri og að því að þetta nú ekki alveg nóg langt síðan menn fóru að berjast beint fyrir þessu. Þá verið að hugsa að fara svo kallaða leiguleið, auglýsa eftir húsnæði til leigu og ætlunin þannig að koma heilsugæslunni í nýtt húsnæði sem þá byggt fyrir þessa starfsemi. Það þarf að byggja nýtt hús, við finnum ekkert hús hérna á Akureyri sem gæti virkað. Já, ég held að það sé staðan í rauninni og það verði gefið það góður tími, þú veist, þegar menn óska eftir slík leigamönnum gefist tóm til að byggja húsnæði. Það hefur þó alveg komið fyrir að menn hafa farið í aldra húsnæði sem hentar eða hefur ramma sem þetta. Geturðu séð bara að þú horfir í kristalkúluna, ég meina Kristneshæli var reist á sínum tíma á 16 mánuðum. Hvað getur við verið snögg að reisa 1 stykki heilsugæslustöð? Það ekki bara alveg 2,5–3 ári, það ekki bara lógískt. Akkur eru ekki sneggri í dag með nútíma tækni? Já, þetta svolítið... Þetta svolítið flókið. Flóknara kannski í dag. Það getur vel verið. 2 ár eru alveg raunhæft. Erum við komið með eitthvað plan? Vitum við eitthvað? 2025 mun opna ný. Það ekkert komið. Nei, við erum ekki alveg komið með þannig plan, en við erum að gera ráð fyrir samt að auglýsa eftir þeim fyrir áramót. Það svona planið, getum orðað það þannig. En auðvitað kannski bara eitt megin viðfangsefni svona stofnunar rauninni bara mannana. Já, það vantar lækna. Já, og það vantar líka hjúkrunarfræðinga á Norðvesturlandi og svona fer þetta svolítið á milli starfsstöða, hvar vantar starfsfólk. Við þurfum bara að gera eins og í Kópavogi hérna. Það gott að búa í Kópavogi. Við þurfum að bútla eitthvað slókan hérna. Já. Hvernig á það hljóma? Við þurfum að vinna þessu saman. Þetta er ekki bara mál heilsugæslustöðvarinnar, þetta er mál samfélagsins. Þá þetta reynda fyrir svona stofnun, þá þarf hún að vera aðlaðandi vinnustaður. Og það kannski það sem lendir í vandræði með eins og hefur verið á Akureyri núna þegar og fáir læknar, þá ómikið álag á þá og þá erfitt að fá nýja lækna til starfa. Þurftum að hafa svona 10 í einu bara. Já, í rauninni það væri mjög gott. En það sem við erum að gera núna hins vegar og höfum verið að gera undanfarið að efla hjúkrunarmóttöku. Létta á læknunum með því? Já, í rauninni bara að nýta aðrar starfsstéttir og núna erum við komin held ég með 6 stöðugildi í hjúkrunarmóttöku. Fyrir 5 árum var það 1,5. Og finnið þá mun? Jafnast álagið? Já, í rauninu finnum við að það vera afgræðalveg hellinga verkefnum í gegnum hjúkrunarmóttökuna og það líka verið að setja upp svo kallað verkjateymi á heilsugæslunni sem á að hjálpa þeim aðilum sem eru kannski með verki. Það var verið að ráða inn sjúkraþjálfara á heilsugæslustöðina. Það alltaf að gerast. Og þannig að það fullt af verkefnum sem kannski hefðu farið til lækna sem við ætlum að fara í annan farveg. Það má segja að þessi verkefnin sem að það sem að læknisviðtalið hefði raunverulega verið bara svona aðgöngum með annarri meðferð. Þannig að sjúkraþjálfarinn kemur þar inn og við erum líka að gera tilraun með þetta hjá sálfræðingum, svona það sem við köllum bráðaviðtal við sálfræðing. En svo er maður svo fljótur að gleyma, það var verið að færa til vakt eða ekki sem að var upp á sjúkrahúsi og komin niður í Hafnarstræti. Það bara gefur góða raun eða hvað? Já, það hefur við bara styrkt starfsstöðuna verulega og gerir kannski svona skýrari skil á milli heilsugæslu og sjúkrahússins. Þannig það var bara mjög vel heppnuð breyting. En það út af því að það kannski ekki nóg að læknast tíma þá eru menn kannski ómikið að koma í þá þjónustu. Akkúrat. Eitt af lokum, tíminn að hlaupa frá okkur. Eitthvað 5 ára afmælispartí? Nei, ég held að við höfum bara gleymt að skipuleggja það sko. Þið sem afgang? En við erum reyndar að fara í stefnumótu núna, erum að fara að hitta allt starfsfólkið okkar núna og bara ákveða það hvernig við ætlum að tækla næstu 4-5 ári. Það ákveðin ásvöldi. En við gefum þetta sjálfum okkur og Norrlendingum, þetta geðheilsuteymi í afmælisgjöf. Það afmælisgjöf, nýtt geðheilsuteymi. Til hamingju Norðurland. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel. Já, takk.